Höldum áfram með þennan æsispennandi topplista og VASP. Í 4. sæti, nýtt árið 2017, XML External Entities eða XXE. Það er komið fleiri X í skammstæðanar, þetta hlýtur að vera skelfilegt. En þetta er svona vissuleyti skelfilegt af því að það er mikið af eldri tækni sem er að nýta XML til þess að eiga í samskiptum. Og hér sjáum við hver mann hvað DTD þýðir. Mjög relevant fyrir HTML. Document Type Definition, það sem var nota fyrir SGML og XML og sumar árásir, sumar útgáfur af svona HTML, svona XML. Það sem er verið að nota eitthvað skema sem er notað til þess að validata eitthvað. Þetta er notað í SOAP og eitthvað svona. En málið er að sumir af þessum túlkum sem við erum að nota bara koma í ljós og það eru villur í þeim sem er mjög auðvelt að abjúsa. Og það er þessi external entities og það er bara verið að nota stöðum sem fólk er ekki meðvitað hættuna af þessu. Þannig að það er verið að nota svona óvarplistan núna til þess að prómóta þessu og koma þessu svona inn í kollina á fólki. En þá lítur þetta svona út. Ég er með eitthvað, ég kem einhvern veginn inn hérna, ég segi eitthvað doctype, eitthvað, og svo gerir ég hérna entity XXE, system, og þá get ég bara sendt inn einhverja skipanir sem keyrt bara eins og ég sé system. Eins og það að geta lesið upp etc passwordskrána og svo lesið út inntakið í henni hér. Af því þetta á að vera bara skilgrein eitthvað entity sem að síðan birtist einhvern veginn. Þú veist, eins og no break space eða less than eða eitthvað svona. Og með þessu er þetta lesa eitthvað sem maður á að geta lesið. Og þetta var, fyrir 3 árum var þetta ráðast á Google með þessu. Ég held að einhver hafi fengið væna summu af peningum fyrir að disclosea því. Það er alltaf annað. Það er hægt að gerast professional bug hunter árið 2018. Vinna við það að finna fyrirtæki sem eru með svona bug hunting policyur og reyna að brjóta kerfið þeirra og disclosea því síðan eftir réttum leiðum og fá síðan, það eru margir sem hafa fengið töluverða upphæð fyrir það að láta vita af svona. En ekki gera svona, svo er náttúrulega Uber, það sem einhver hakkaði Uber, náði svona 100.000 plus accountum og kreditkortanúmerum, let Uber vita og Uber bara eitthvað, ok, þetta er rétt, þú ert með þetta, hérna eru $100.000, ekki segja neinum. Og svo 2 árum seinna komið til ljós og fólk var frekar brjálað út í Uber fyrir að hafa ekki látið vita að 100.000 notenda upplýsingar hafi lekið. Þannig að það er svona aftur þetta, sensitive data exposure. Ef að einhver ónar dótið okkar, er þá eitthvað af gögnunum sem við erum með, eitthvað sem er mjög viðkvæmt og ætti alls ekki að vera hægt að fá bara, tökum við gagnagrunnum, ég get bara dumpa gagnagrunnum, er ég þá bara með öll lindamálin. Af því að þá getum við fara að spyrja eitthvað svona spurningar svo þurfum við að fara að dulkóða eitthvað gögn sem við setjum inn, þurfum við að vera einhvern veginn að skipta þeim upp, hvernig ætlum við að manage þetta? Af því að geymsla viðkvæmra gagna er mjög alvarlegt mál. Til dæmis ef að þið farið einhvern veginn að vinna með kreditkort, þá megið það örugglega ekki nema þess að vinna hjá einhverju sem er með PCI-vottun og þá er það mjög strikt, þá þarf að passa upp á það svo sem er að vinna með þetta má ekki vera á sakaskrá. Þegar þetta er geymt, þá verður að geyma þetta í að minnsta kosti 2 gagnagrunnum. Þú mátt ekki geyma kreditkort og gildistíman og hvað heitir það? CVC-númerið á sama stað. Þú verður að geyma kreditkortanúmerið í 2 pörtum í 2 grunnum, gildistíman einhvers annar staðar og svo máttu bara, og þetta er alveg mjög flókið. Og síðan er mjög skemmtilegt sem er að koma núna í maí, sem er GDPR, eða General Data Protection Regulation, sem er nýju löggjöf frá Evrópusambandinu, sem gengur í gildi núna í maí á þessu ári og mun í raun í gegnum EES taka gildi á Íslandi og þó svo að þetta mun ekki verða að lögum án aðkomu Alþingis, þá mun vera lagaleg stoð fyrir því að gera mál úr hlutum á þessum grundvelli. Og þetta er í raun breytir því gífurlega mikið hvernig við förum með gögn notenda. Og þá ykkur sem eitthvað sem er skilgreint sem meðhöndlunaraðili, eitthvað sem manni hvernig orðalagið var, en þá var oft
hægt að segja bara eitthvað svona, hei, ég bara einhver forritari sem að vinna fyrir einhvern kunna og kunnin ber ábyrgð á þessu. En nú verið að breyta þessu og segja, hei, þið sem forritarar eru oft að vinna með mjög persónuleg gögn og þið getið ekki bara gert það sem einhver sýnist, þið getið ekki verið að gera eitthvað því að ég hef alveg unnið með eitthvað sem ég get bara verið að fletta upp eitthvað sem ég ætti alls ekki með að vera að fletta upp og það mjög óþægilegt að hafa möguleikann að því og þannig verið að segja bara svona hei, þetta svona eigið að fara með þetta og það getur jafnvel orðið af, við, kannski ekki persónulega, heldur fyrirtæki sem við vinnum með getur orðið ábyrg fyrir því ef eitthvað kemur upp á ef að við stóðum ekki nógu vel að því að vinna með öryggismál og bara persónuverndarmál. En númer 2, broken authentication. Það þessi grein sem ég sendi á okkur þarna með af hverju nót útfærslan af authenticationinu hjá okkur séu örugglega biluð. En þá þetta að útfæra authentication er flókið og það eru mjög margir punktar ef við fyrir að gera svona flóknari útgáfur. Við erum með gleymt lykilorð, við erum með eitthvað svona token-based system fyrir APIs og eitthvað svona. Að gera það allt er mjög flókið og að gera það frá grunni í raun bara ávísun á vesen. Og session fixation, þá getum við látið notenda skrá sig inn á einhverju þekktu sessioni. Það mjög, maður pælir ekkert í því, en ef maður reynir að útfæra þetta sjálfur, þá það mjög auðvelt að gera þau mistök. Og það getur verið gallir á mjög mörgum stöðum, og jafnvel þó við sem að nota eitthvað traust. Það bara að smíða svona auðkenningakerfi er eitthvað sem við þurfum að taka mjög alvarlega, við þurfum að passa okkur, við þurfum að vanda okkur, og við þurfum síðan að prófa og við þurfum alltaf að vera á tánum. Þannig hérna svona session fixation, að við skoðum sessionu eftir, þannig að þá einhver sem vondikall loggar sig inn, fær eitthvað session ID sem þá eitthvað auðkenni sem segir hei, þú loggaðir þig inn, þú ert þessi. Einhvern veginn nær þessi vondikall að láta mig sem fórnarlamb keyra sama session. Þannig að ég kannski fann einhvern XSS galla, ég gæti sendt hérna eitthvað sem setur session cookieið sem mitt session og svo loggar viðkomandi sig inn. Þetta getur verið session, einhver galli í auðkenningu plus XSS galli plus bara phishing e-mail til þess að ég get verið, þannig get ég assembla eitthvað attack sem að leyfa mig síðan að komast inn í bankaðinn eða kerfið eitthvað. Og lykilorð náttúrulega stór partur af þessu og bara hamrað inn í hausinn á okkur að við geymum aldrei lykilorð í plaintext. Alltaf þegar þið sjáum einhvern segja hérna, ef við sjáum okkar kerfi segja hei, velkomin í þjónustu til okkar, þú varst að skráða þig, hér er lykilorðið þitt, þá áttu að segja nei, ég vil aldrei sjá lykilorðið mitt í tölvupósti eða einhver staðar. Þá er viðkomandi ekki að fara nógu vel með upplýsingarnar ykkar og þið hættið samstundis í viðskiptum við viðkomandi og skammið þau. En lykilorðið þarf alltaf að geyma örugt og þetta getur líka gerst að við getum verið að debugga eitthvað, loggum út lykilorðið okkar, við erum að debugga einhverja villu í innskráningunni, við gleymum að fjarlægja debug-línuna, við erum alltaf að logga lykilorðið hjá öllum sem að logga sig inn á production þjónunum okkar, einhver kemst yfir loggin okkar og þá er við komið bara komið með öll lykilorðin. Þú ættir að búa til eitthvað svona, hvernig við meðhöndlum forgotten password, að búa til eitthvað svona one-time pass sem er tímabaserar, sem kannski gildir í 10 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Þú sendir hann í tölvupósti og þá þarftu náttúrulega að vita að þú ert að vera búin að staðfesta viðkomandi sé með þetta tölvupóstfang. Það er annar attack-vektor. Ég get einhvern veginn komist breytt tölvupóstinum og þá íti ég á linkinn og þá þarf ég að resetta passwordinu. Já, eða að búa til eitthvað svona, þú færð þetta oft svona, þú ítir á einhvern link, þá er rosalega löng slóð sem þú færð inn á, sem er þá eitthvað token sem lifir í einhvern ákveðin tíma. En við notum eitthvað svona tætufall þegar við erum að geyma lykilorð sem er þá one-way möppun úr einhverjum streng yfir einhvern annan streng og sem á ekki að vera hægt að fara með tilbaka. MD5 og SHA-1 voru svona fyrstu og en það er búið að brjóta bæði, þannig að það er búið að sýna fram á að fyrir
einhverja hass frá MD5 eða SHA-1 er hægt að búa til ólíkan texta sem með sama MD5 eða SHA-1 sem þá búið að segja bara að búið að brjóta þetta er ónýtt. Við getum notað svona salt, það þýðir það að við tökum lykilorðið og við tökum saltið og við hössum það. Þannig að ef ég var með lykilorðið 1, 2, 3 og þau með lykilorðið 1, 2, 3 og ég fæ gagnagrunninn og ég sé hérna, hei, já, það alveg 10% af þessum notendum eru með þetta hass. Það gæti verið hérna password eða let me in, eitthvað svona password sem eru algeng. En með því að setja salt þá breytist í raun hérna passwordið, hassaða passwordið. En það eiginlega skiptir ekki máli af því það eiginlega geymt við hliðina á lykilorðinu, bara í öðrum dálk í töflunni. Og þegar við síðan förum að reyna að brjóta þessi lykilorð, þá eru bara tölvuorðina svo svakalega fljótar að vinna að við getum bara búið til svona farm sem getur brotið ekki milljónir heldur ég held að segja nálgast 700 milljón MD5 höss sem er hægt að brjóta á hverju sekúndu með svona, bara einhverjum 2 góðum skjákortum en sem er náttúrulega kannski erfitt að fá skjákort í dag en þannig að það skiptir í raun ekki máli af því að það er bara svo ég þarf bara að fá lykilorðið og ég get bara ef ég eyði kannski viku að brjóta það þá get ég brotið á endanum en þá kemur inn Bcrypt sem er svona ein leið sem það er ekkert almennt svona konsensus að það sé besta leiðin en það er ein leið sem er hannað til þess að vera hægt CPU intensive bara tekur langan tíma að kompjúta hassið sem kemur út í þannig að þá skiptir ekki máli hvort þú sért með einhverja brjálæðislega hraða tölvu ef það tekur þig sekúndu að prófa eina útgáfu eða eitt brot á lykilorðinu versus 700 milljónir það er svona smá munur þarna á og hér er grein how to safely store a password hún byrjar á þeim fleygu orðum use Bcrypt, 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 use Bcrypt þannig að hérna við farið yfir akkur þetta er og þetta var fyrst 2010, uppfært 2011 og þetta er svona en þetta er ein leið og er betri en langflestar aðrar og við getum notað þetta Bcrypt for Node sem er bara pakki sem að leyfir okkur að gera svona og svo er þessi alltaf jafn góð að vera með eitthvað svona voðalega flókin 7-stafa lykilorð með litlum og stórum staf og 0 og eitthvað það er verða algjörlega irrelevant ef þú vilt vera alveg öruggur að það er ekki hægt að brjóta lykilorðið bara á einhverjum klukkutímum þá ætti að vera með eitthvað svona 14-stafa lykilorð og þá náttúrulega fyrir enginn að gera eitthvað svona það er miklu betra að vera bara með setningu sem er auðvitað að muna og svo náttúrulega næsta spurningin er bara lykilorð eru frekar úrelt dæmi ekki verið að koma eitthvað nýtt og það er mjög margir sem er að vinna í því að finna einhverja leið til að auðkenna okkur án lykilorða þá er það nummer 1 injection sem að þið hafi örugglega flest heyrt en það er bara þetta þegar að svipað á XSS en við getum einhvern veginn búið til kóða sem að bara keyrir einhvers staðar og gerir eitthvað og þetta er aftur bara ef við staðfestum og hreinsum ekki kóða og nú notum hann í einhverjum skipunum þá getum við verið að opna á einhverju injection örsir þannig að ég bý bara til einhver texta sem á að ráðast á eitthvað SQL yfirleitt það getur verið á einhverja fælsystem aðgerðir eða eitthvað sem er verið að gera eða XML túlk eða eitthvað svona og ég einhvern veginn næ að koma því inn í kerfið og læta keyra og læta það þá gera eitthvað sem ég vil að það geri SMTP, postþjónar þeir geta verið vulnerable fyrir þessu en þetta er aftur bara svona rosalega margir hluti sem maður þarf að hugsa eða bara nota eitthvað traust gagnasöfn sem geta séð þetta fyrir okkur við sjáum það í dæminu aðalega hvernig það er þetta er aðalega með XSS þá fæ ég eitthvað til að keyra í vafranum þínum og ég get gert eitthvað sem þú í vafranum þínum í þessu þá get ég keyrt kóða á vefþjónunum og gert eitthvað af mér þar þannig að hérna er aftur, við erum bara að skrifa eitthvað query, við erum búin að skrifa við erum búin að komast að svona þegar að gera order by where eitthvað, búin að vera bara búið til eitthvað query tökum það bara eitthvað, ok, fínt þetta tók mig alveg langan tíma og ég ætla bara að fara að gera og ég
bara gerir svona, ok, já, ok, þetta þarf að vera strengur og þetta hérna þarf að vera eitthvað, já, ok, klús, fú. Og, þetta er ekki flóknara, en þú veist, þannig við bara búin að kompromissa öllu kerfinu. Bara með því að gera eitthvað svona, því að við vorum ekki að pæla í því nákvæmlega hvað við vorum að gera. Af því að þá tökum við bara eitthvað frá body, sem væri þá bara eitthvað formfield, og hendið því bara beint inn í eitthvað SQL sem bara keyrir og getur skemmt allt. Þannig að þá er þetta, þú veist, eyða öllum gögnum, það er þetta að droppa, þú veist, ef að sá sem á gagnagrunnin er nógu mikla heimild, þá get ég bara tekið yfir gagnagrunnin og ég get tekið yfir allt bara fyrir allt í fólk. Þetta getur líka verið úr query-strengnum og þá getur þetta líka verið ekki það alvarlegt að ég geti keyrt eitthvað kóð, heldur ég geti bara einhvern veginn exposað öllum gögnunum mínum. Bobby tables. Þetta er líka classic. En svona það sem er fyrsta er náttúrulega aldrei að treysta og alltaf þurfum að vinna með gagnagrunna, alltaf að nota svona parametræst viðmót. Það sem að við segjum í raun clientnum sem við erum að fara að vinna með, þetta er queryið mitt er að taka einhverja breytur, þetta eru breyturnar, ekki blanda þessu saman. Þá eru við hægt að keyra þessar breytur sem kom inn, sérstaklega og passa upp á það. Þannig þá er hérna values $1, $2 sem kemur síðan í gegnum eitthvað fylki. Ef við tökum dæmi þetta, þá er hérna injection. Þetta er svona nemendaskrá fyrir einhvern. Þannig að við getum skráð hérna Jón Jónsson. Og svo getum við skoðað hérna, ó nei, sjáu þið hvað ég gerir. Hérna er graduated column sem ég bætti við. Já, tökum hann út. Við höfum ekki tíma eitthvað svona fínur í. Svona. Þannig að þá erum við komin hérna með eitthvað og ég get valið, nei, hvað ger ég nú? Gleymdi eitthvað and. Vel, svona. Svona, þannig að ég get farið inn nemandann og séð eitthvað hérna, hvernig hann skráði sig. Þannig að ég get farið hérna, Anna, og ég er bara að skrá eitthvað. Fú. Ég kom með einhverja nemendur hér. Og hérna sjáum við að ég er með ID jafnt og 1. Og þarna er í raun möguleiki af því að við erum að taka þetta ID og við erum að færa það hérna yfir í eitthvað select by ID fall sem tekur hérna select stjarnar for students where ID jafnt og ID. Og þetta hérna er einn galopnar allt og ég get droppa töflunni ef ég vill. Af því að það er bara möguleikir með þessu. Síðan er það líka hérna fyrir skráninguna. Nei, sorry. Hérna. Og þá erum við að segja bara insert into students, name. Það er eitthvað value hérna. Þannig að ef við skráum nýja nemendan hérna, Robert table students. Hann er að byrja í skólanum okkar. Ó nei, það er ekki lengur einn tafla. Þannig að þá erum við bara búin að droppa töflunni. Og þá er bara hægt að loka þessu skóla sko. Hann er ekkert að fara að vera neitt meira sko. Hún er bara farin. Bara út af því að ég gerði svona í staðinn fyrir svona. Já. Þú veist, það er mjög auðvelt
skipa, svona. Það mjög auðvelt að gera svona mistök. Og ég hef alveg unnið í kerfum fyrir ekkert svo löngu síðan, þar sem að var bara eitthvað svona XXX-buggur í einhverju svona mjög obskjúr parti af efnum og við vissum ekki að þannig að bara einhver var að breyta honum og sá bara eitthvað, hei, ef ég gerir svona, með svona og svona, já, þá get ég ónað gagnrýnin. Og þetta getur orðið líka mjög, þetta einfaldasta caseið. Þegar við erum farin að gera miklu flóknari query, þá getur þetta læðst inn. Þannig að maður þarf alltaf að vera að passa sig. Já, hann bara hékk hérna, greið. En eitt sem ekki hérna númer 8 árið 2013 sem var CSRF, sem þegar að ég sem einhver vondikall get látið þig heimsækja vef hjá mér sem gerir eitthvað á öðrum vef. Fyrsta dæmið þetta var það að þú fórst inn á einhvern vef, fórst inn á Amazon og allt í einu voru komnar 10 bækur frá einhverjum gaurinn sem átti vefsíðuna í körfuna hjá þér. Af því að hann var með einhver svona mynd sem var bara eitthvað slóð á Amazon sem léti bæta í körfu. Og hann bara bjóð til það slóð, setti þessi mynd, kom bara brotin mynd sem hann faldi með CSS, en þú keyrðir samt þennan kóða þegar þú komst inn á vefinn hans. Og til þess að koma í veg fyrir þetta í rauninni ekkert að gera nema bara annarkvort að biðja notendunum að auðkenna sig áður en að það eitthvað ákveðið gert. Þannig að þessum ef þið eruð á GitHub og þið bætið við Collaborator þá þurfum að lokka ykkur inn aftur og gefa passwordið ykkar. Það er bara eitthvað svo ég get ekki farið annarkvort og bara tekið yfir tölun ykkar eða það sé svona einhver möguleiki á CSRF árásum eða búið til svona falin gildi í formi sem við staðfestum síðan aftur áður en við gerum aðgerðina. Já, með þess að Express þá til CSRF sem middleware sem takmarkar svona árásir. Þá búin til svona tímaháður token, oft kallað nonce, sem að við felum í síðunni og middlewareið passar upp á, hei, þú ert að gera eitthvað, þú ert að posta og þú ert búin að stilla þannig að það á alltaf að vera svona CSRF token og ef hann ekki þá fáum við bara villi. Þannig að aldrei treysta neinu, það er svona ein leið til að gera þetta og þetta er bara rosalega mikið það að vera meðvitið það það getur allt farið fokk bara ef við gerum smá mistök. Og við þurfum ekki að geta verið alltaf með hnút í maganum yfir því, það er bara að gera það sem maður þarf að gera, vera svolítið fagleg í þessu. Og ef við erum með eitthvað, ef við erum að vinna í einhverju, ef við erum að vinna í banka, ef við erum að vinna í einhverju fjármáladóti eða við erum að vinna með einhverju persónuupplýsingar, þá er náttúrulega ekstra mikið að passa upp á að þetta sé ekki í einhverju vandræðum. Og svo að reyna að brjóta, hvernig myndi ég brjóta þetta, fá einhvern annan til að reyna að brjóta þetta, trust no one. Það er ekki, þeir eru náttúrulega svo ung, þetta var uppáhalds sjónvarpsefni mitt þegar ég var unglingur, X-Files. Svo er þetta að fá svona penetration test, þar sem einhver kemur og reynir bara að brjóta kerfið þitt. Það er áhugavert. Og bara, þetta eru raunverulegir hlutir, það getur allt farið í, ef eitthvað gerir svona. Þannig að bara, við erum svona hæfilega skeptísk. Og vinnum í, lærum á umhverju okkar, ef við erum að fara að vinna mikið í einhverju umhverju, lærum með það, hvað eru öryggishætturnar, hvað getur farið úrskeiðis. Recaptcha, sem er, man ekki hvað reið því, en CAPTCHA er þetta hérna próf sem að Turing kom upp með, þess að reyna að aðskilja róbóta frá manneskjum. Og Recaptcha er bara að passa upp á það að ég get ekki skrifað eitthvað forrit sem reynir ítrekkað að gera eitthvað ákveðið eða búið til endalaust af accountum. Ég bý til eitthvað forrit sem bý til 1000 Facebook prófíla sem ég nota síðan til að like einhverja síðu og ég sel ykkur hérna, hei, vantar þú ekki 1000 like? Ég get reddað þig. Og þá er Recaptcha notað til að stoppa automatískar vinslur á svona. Þess vegna voru það alltaf flóknara og flóknara þegar machine vision var alltaf betra og betra, þannig að þetta var það bara eitthvað svona, hér er abstrakt listaverk, hvað sér út úr því? En núna eru svona nýjustu útgáfarnar frá Google sem rekur Recaptcha þjónustuna. Þá er þetta bara eitthvað magic, þar sem þú klikkar á takka og það verður að fingerprinta vafraðin og gera eitthvað algjört magic. Og bara eitthvað svona hluti sem að við
tölvur eiga ekki að vita, eins og þess hvað af þessu skjaldbaka og þá eitthvað svona sem lítur út eins og skjaldbaka en augljóslega ekki skjaldbaka en computer vision algoritmi myndi halda að væri skjaldbaka og Google að nota það líka til þess að hjálpa okkur að treyna sín eigin neural network þannig að við fáum svona, hey, hvað af þessum myndum postnúmer og þá fáum við eitthvað svona götunúmer á húsum og það var keyrt í nokkur ár og svo allt í einu var Google Maps komið stuðning við það að geta bara út frá Google Street View vita nákvæmlega númer hvað húsinu voru. Ótrúlegt. Og það bara búið að nota ókeypis vinnu að fá 1.000.000 manns til þess að gera það. En það er raun til þess að stoppa svona sjálfverkar að gera eitthvað test sem tölvur eiga mjög erfitt með en við eigum mjög auðvelt með. En þetta er svona nota öruggari aðferðir og forritasöfn og ekki skrifa sjálf. Ef við fyrir að vinna með dulkóðun, það er bara svona, þið getið ekki skrifa dulkóðun og library sjálf, þið nota eitthvað sem er til þó þið hafi séð eitthvað. Keyra eitthvað svona tól, nota static analysis dot, það getur oft fundið svona vandræði, svona fusserar sem prófa bara, tekur vefinn, eitthvað crawlar hann, finnur öll form, sendir inn bara 20.000 af þekktum árásarstrengjum og athugar hvort eitthvað bili. Það er bara mjög góð leið til að finna hvort eitthvað bilar, þegar það bilar yfir eitthvað. Já, og peer review, mjög sterkt. Þegar við klárum eitthvað, fáum við til að lesa yfir það. Og já. Oh my god, er þetta endalaust? Ég held það. Já, þetta eru þessir headerar sem ég var að tala um áðan. Hérna svona, það er að setja header, þannig að við neyðum browserinn til þess að upgrade okkur í HTTPS. Við notum aldrei bara HTTP og svo getum við verið hérna með sjálfvirka XSS-vörnina sem við vorum að tala um áðan. Síðan er CSP sem er alltaf að koma meira og meira. En það eru headerar sem takmarka hvernig við megum hlaða inn efni. Og það getur stöðvað til þess árásir sem að ef það er búið XSS fón okkur og það er að reyna að ná í eitthvað kóða frá einhverjum öðrum vefþjón, þá getum við verið með header sem segir það má bara keyra kóða frá okkar vefþjón. Þá mun vafverinn stöðva það og það eru margar stillingar af því. Það eru til tól sem eins og Helmet sem er svona library sem að leyfir okkur bara að stilla það frekar auðveldlega. Og síðan, oh my god, ekki hérna segist það, næst segist það. Í dag eigum við alltaf að vera að nota HTTPS nema að sé einhver afskaplega góð ástæða fyrir að nota ekki HTTPS. Það kostar eiginlega ekki neitt og ekki neitt með eins og Let's Encrypt og svona. Af því að ef við erum ekki með HTTPS þá er hægt að lesa alla traffíkin okkar ef við erum á óöruggu neti. Þannig að ef þú ferð á kaffihús og opnar eitthvað, er ekki HTTP og ert að möndla með eitthvað, bara þú veist username og passwordið þitt, þá geti ég setja á næsta borði, sniffa þessa traffík, segja bara eitthvað, hey, og logga sér á þetta með foo@gmail.com og bara lykilorðin. Ég ætla að prófa það bara eitthvað á LinkedIn, á Twitter, á Facebook, á þessu og einhvern veginn kemst inn og ég get ónað akkantið og þú veist, þá eru þið bara persónulega í vondum málum. Þannig að þetta er alveg mjög relevant. Já. Let's Encrypt, mjög sniðugt. Já, hérna. Þannig að tökum núna 10 mínútna pásu, svo er ég náttúrulega auðvitað með meira, en ef þið eru með eitthvað, þá verð ég bara hérna og við getum tekið smá debug session saman. Það má að virka annars